Silja Bára Ómarsdóttir, formaður A-nefndar stjórnlagaráðs. Þið eruð að leggja fram kafla náttúruauðlindir Íslands til afgreiðslu í áfangaskjal á 15. ráðsfundi. Geturðu sagt okkur aðeins hver eru helst áhersluatriði þar? Já, þetta kannski efnislega mikið til það sama við kynntum hérna ég held að það hafi verið í maímánuði þegar við kynntum greinina fyrst, en við höfum fengið ýmsar athugasemdir og skoðað betur þessar greinar og sett í samhengi við gildandi lög og alþjóðlegar reglur og þess aftar. Þannig að meðal þess sem að kannski verið að skerpa á er aðild almennings að málum sem að varða umhverfið og við erum að horfa svolítið til Árósasáttmálans á því sviði og þannig sagt, getur almenningur ekki bara fengið upplýsingar heldur jafnvel farið fyrir dóm og krafist niðurstaðna úrskurðar ákveðin mál sem varða umhverfismálin. Þannig að þetta svona kannski ein helsta áherslubreytingin. Síðan erum við með við vorum með náttúruauðlindir og við töluðum auðlindir í þjóðareigu. Þar erum við búin að setja inn skýringu og hér sé ekki verið að fjalla auðlindir sem eru í einkaeigu og það náttúrulega mikilvægur réttur, eignarrétturinn. Þannig að svona viljum draga úr öllum vafa það að við erum ekki að segja að vatnsból á landi einstaks bónda sé auðlind í þjóðareigu. En þær auðlindir sem eru í almanna rýminu að þær falli undir miklu frekar undir þetta skilyrði og þá er áfram inn í ákvæðinu hugmyndir sem við vorum með áður að réttindi sem að tengjast auðlindum auðlindum í þjóðareigu að þau megi ekki framselja, ekki afhenda til eignar eða langvarandi eignarhalds heldur þurfum við að gera það til tiltekins og hóflegs tíma í senn og þá með leyfum frá hinu opinbera. Þið lögðu fram til kynningar ákvæðum að náttúran væri friðhelg. Hefur það ákvæði eitthvað breyst? Nei, það hefur ekki breyst, það ennþá inni og aftur bara rétt að ítreka það, ég nefndi hérna einkaeignarréttinn að það eru í stjórnarskránni núna, þá orðið friðhelgi notað tvisvar, það eignarrétt og einkalíf. Og við horfum á þetta í þessu sama samhengi. Þetta þýðir ekki að náttúrunni megi aldrei raska. Þetta þýðir samt að við eigum að horfa á náttúruna sem mikilvæga, við eigum að horfa til langtíma sjónarmiða þegar við erum að taka ákvarðanir það hvernig við ætlum að nýta hana og þetta þýðir að við þurfum að vega og meta hverju sinni hvað það sem við erum að gera. Það eru auðvitað stundum geta verið sjónarmið sem að skarast þarna á en með þessu hátíðlega orðalagi þá viljum við varpa ljósi á það að náttúran eitt af því mikilvægasta sem við eigum og við þurfum að skila henni til komandi kynslóða í eins ósnortnu ástandi og við mögulega getum.